Þú kannski bara byrjar að segja mig hvað þú heitir? Ég heiti Hrönn. Hvað er sæl Hrönn? Nú erum við að velta fyrir okkur vaxtalækkunum Seðlabankans og hvernig áhrif þetta hefur á heimilin í landinu. Hefur þetta einhver áhrif á þig? Já, ég borga væntanlega lægri vexti. Þeir hljóta að lækka hjá bönkunum núna. Mátti ekki minna vera núna þessi lækkun í morgun, sko. Og sko að því að nú gerist þetta svona í aðdraganda kosninga. Mun þetta breyta einhverju fyrir það hvernig þú kýst? Nei, engu. Af því að ég gerði ráð fyrir að Seðlabanki væri sjálfstæð stofnun. Ópólitísk væntanlega, vonandi. Hefur þetta einhver áhrif á þitt heimili? Í raun og veru ekki, ég er ekki með húsnæðislán, ég er ekki með nein lán til þess að tala þannig að í raun og veru, þú veist, eru engin svona áhrif sem ég sé beint á mig okkur núna, það er svo bara spurning hvernig þetta hefur áhrif á, þú veist, bara út í hagkerfið almennt, þá kannski fer ég að sjá það en okkur núna þá er það ekkert sem hefur áhrif á mig. Já, heldur þetta eftir að skila sér í lækkunum til dæmis bara á vöruverði og svona, það velti á undan sér einhverju snjókúlu? Það verður bara áhugavert að sjá, ég er ekki viss, mér finnst náttúrulega að Seðlabankinn vera búin að haga sér mjög skringilega almennt og ég finn til með fólki sem er að borga af húsnæði og þannig. Þannig að þú veist, jú, ætli hafi ekki einhver áhrif, það er bara spurning að sjá hvort það verður jákvætt eða neikvætt. Og heldurðu að þetta eigi eftir að hafa áhrif á það hvernig fólk kýs, af því að nú gerist þetta svona í aðdraganda kosninga? Já, klárlega, þetta er alveg klárlega eitthvað svona taktík, ég trúi því algjörlega, sko. Þannig að ég veit náttúrulega að það er kannski einhver ákveðin svona tenging í hugunum á fólki við Seðlabanka og ákveðin flokk kannski. Þannig að jú, mögulega hefur þetta eitthvað áhrif á það og það er spurning hvort þetta hafi verið taktísk breyting eða taktísk lækkun. Það er alveg áhugavert að sjá hvernig það kemur út, sko. En ég veit allan að ég er ekki fara að kjósa eitthvað kannski út frá þessu. Ég er alveg föst í mínum kosningum og það er náttúrulega ykkar flokkur og hefur alltaf verið. Ég er sósíalisti og hefur alltaf verið, þannig að já. Stýrivextir, hefur þetta áhrif á þitt heimili? Ég ætla að vona að allan að vera til þess betra. Ég veit ekki alveg strax, það er auðvitað að segja til það ef maður sé til, en þetta er allan að gott skref. Og sérðu fyrir þér að þú eða bara almenningur yfir höfuð eigi eftir að kjósa eitthvað öðruvísi núna þegar vextirnir eru að lækka? Nei, vonandi ekki allan. Ég held að það breyti engu það. Akkur ekki? Hefurðu trú á almenningi? Já, ég ætla að vona að fólk falli ekki fyrir svona auðveldu, svona, hvað maður segja, kosningatrykki. Sjáu þið, við lækkuðum eitthvað, þú veist, já, ég ætla að vona að það gerir það ekki. Segðu mig hvað heitir? Ég heiti Rakel Garðarsdóttir. Sæl vertu. Við erum að velta fyrir okkur vaxtalækkunum Seðlabankans í dag og hvernig áhrif þetta hefur á almenning. Hefur þetta einhver áhrif á þitt heimili? Nei, eiginlega ekki, sko. Og ég sá það líka það vitnaði það að það ætti að vera sko fyrir eitthvað sem er með 40 milljónir í lán, þá er þetta 190.000 ári. Veit ekki hvað þú gerir við, hvað er það, 12.000 á mánuði? Frekar lítið, sko. Þannig að ég get ekki haldið að þetta sé neitt svona, ekki eitthvað sem að, nei, hefur þannig áhrif. Heldur þetta eigi eftir að koma til með að því að nú gerist þetta í aðdraganda kosninga að fólk eigi eftir að kjósa öðruvísi núna heldur en kannski í gær? Nei, ég held að þetta hafi engin áhrif. Hefur aldrei neitt svona áhrif á Íslandi. Kannski segja mér bara hvað heitir? Finnbogi. Sæll Finnbogi, við erum að velta fyrir okkur vaxtalækkunum dagsins í dag og hvernig áhrif þetta hefur á heimilinu í landinu. Hefur þetta eitthvað áhrif á þig? Sko, ég myndi ekki segja að það taki mikið eftir þessu sjálfur. En ég meina, við erum líka með óverðtryggt lán, þannig að það er alltaf bara frekar brútal, saman hvernig lækkunin er. Þetta er náttúrulega bara lækkun og hækkun, frekar en lækkun. Já, og myndirðu segja að því að þetta gerir svona í aðdraganda kosninga, heldur þetta eigi eftir að breyta því hvernig fólk kýs? Já, þetta, ég held það. Á hvað leiti þá? Mögulega fer fólk að detra vonandi meira til vinstri, sko. Svona þegar sér að þetta er ekki alveg búið ganga nógu vel hinga til, sko. Að það er miklu róttakari aðgerð en þetta til þess að breyta einhverju almennilega, sko. Ertu með einhverja hugmyndir? Nei, kannski bara sterkan, stóran hátekjuskatt og hvað þá, jafnvel 80% skatt á alla sem er meira en 4 íbúðir, sko. Það er komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi.